En eins og vanalega þá byrjum við á fréttum dagsins og hún komin hingað, hún María, segja okkur það. En líka Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar. Byrjum á Eflingafréttum. Hæ. Þið voru að kjósa verkfall? Já, niðurstöður komnar úr verkfallskosningunum og það samþykktar á þessar 3 verkfallsboðanir. Já. Fyrir hótel, fyrir fólk sem starfar hjá ræstingafyrirtækjum og fyrir fólk sem starfar hjá öryggisgæslufyrirtækjunum. Já. Afdráttarlaus niðurstaða þar. Ég með tölunar að kjörsóknin minni heldur en var áður? Já, kjörsóknin minni en áður en það auðvitað vegna þess að leið og atkvæðagreiðslan fór af stað. Þá hurfum við, ég og félagar mínir í samninganefnd inn í húsnæði ríkissáttasemjara til þess að reyna þar af miklum vilja að ná samningum. Þannig að við frestuðum. Og fólk kannski ekki verið viljugt að fara að kjósa við verkfall sem kannski ekkert úr? Nei, og við frestuðum verkfallunum og jafnframt vorum ekki að fara í það sem við höfum verið að gera, sem að fara inn á vinnustöðina til þess að ná samtalinu við félagsfólk Eflingar og jafnframt halda fundi í félagsheimili Eflingar. En niðurstaðan engu að síður þessi afgerandi. Og kjörsóknin langt yfir 20% sem skilyrði til þess að það sé lögleg kosning. Sannarlega. Það var lægst 38% og fór upp í 54%. Og þetta var já, 83% hæðst, 76% og 64%. Þannig að þetta afgerandi kosning. Þetta mjög afgerandi niðurstaðan. Og ég minna það allavegana augljóst á þessum tímapunkti að félagsfólk Eflingar vill nota verkfallsvopnið til þess að knýja á betri kjarasamninga. Það getur engin lengur haldið því fram að svo sé ekki. Eins og sagt var við mig þegar ég fyrst tók við 2018 af afskaplega mörgum leikendum í þessari verkalýðsbaráttu að verkafólk vildi ekki fara í verkfall. Það augljóslega ekki sagt. Það kemur fram í hverju kosningunum fætur annari og líka það að það sé stemming í Eflingu fyrir þessum aðgerðum sem að forystan stendur fyrir. Öfugt við það sem ég held að Halldór Benjamín hafi verið í kastljósi núna og halda öðru fram. Herðu, en verður að þessu verkfall? Þetta á að byrja á hádegi 28. febrúar og verkbann Samtaka atvinnulífsins þá á miðnætti, 12 tímum seinna. Þetta bara mjög góð spurning. Auðvitað bara vinnum við þannig eins og að sannarlega verði af því og erum að undirbúa okkur fyrir það á sama tíma og við erum að sinna verkfallsvörslu þar sem að við erum þegar í verkfallum. En þessi atburðarás sem að spilast hefur út í dag, hún auðvitað gefur sterklega til kynna Samtök atvinnulífsins, bindi miklar vonir við það að lagasetning verði útspil stjórnvalda. Heldur þetta sé gert til þess? Já, ég held að þetta sé sannarlega gert til þess. Þannig ef ríkisstjórnin kemur ekki með lög, að þá sitji þeir eiginlega í einhverju stöðu sem hafa bara ekki reiknað með að yrði? Það má vel vera að ég sé eitthvað að mislesa þetta. Ég ætla svo sannarlega ekki að látast skilja hugarheim Halldórs Benjamíns og félaga hans í forystusveit Samtaka atvinnulífsins. En þessi aðgerð, hún náttúrulega mjög tryllingsleg, hún mjög vanstillt. Hún náttúrulega auðvitað unnin til þess að reyna að valda hræðslu hjá félagsfólki Eflingar. Til þess að reyna að senda þau skilaboð að Halldór Benjamín og félagar hann séu sannarlega lénsherrar höfuðborgarsvæðisins og að fólk þurfi ekki seinna en núna átti sig á því og draga sig í hlé og læra aftur að fara aftast í röðina og svo framvegis. En ég tel að þetta sé líka gert í þeim tilgangi að veita stjórnvöldum mögulega cover til þess að fara fram með. Þannig að sé ekki lög á ykkur heldur að þá. Á deiluna. Að deilan sé einfallega komin á þann stað að ekki sé neitt annað hægt. En eins og ég segi, ég ætla ekki að þykjast skilja hugarheim þessara manna. Nei, það búið erfitt að reikna það þegar maður reynir að meta kostnaðinn Samtaka atvinnulífsins eða fyrirtækjana að gangað ykkar kröfum og bera það saman við skaðan sem að fyrirtækin getur orðið fyrir í verkbanni. Það líklega myndu tapa meiru á hverjum degi heldur en það að ganga ykkar kröfum. Já, algjörlega. Halldór Benjamín talaði nú þannig í dag eins og það verður bara sjálfsagður og eðlilegur hlutur að hann getur ástafað fjármunum úr vinnudeilu Eflingar. En hvernig þau reikna skaðan sem að sjálf fyrirtækin verða fyrir
veit ég ekki. Eru þið nokkuð búin að rekna skaðan? Vegna sko hann spurði bara hérna í fréttum núna seinnipartinn og hver er skaðinn og hver verður skaðinn og hann segi ég get nú ekki sagt á þessar stundu. Nei, það ekki má vel vera, en ég heldur sé nú mikið alltaf að rekna, sko. En fyrst að við erum hér aðeins að ræða líka kostnaðin við það að verða við kröfum Eflingar, þá er hann ekki hár. Við á þessum dögum sem að liðu þar sem við vorum þarna inni lokuð hjá Ríkissáttasemjara, samninganefnd Eflingar mjög lausnamiðuð, svo ég noti það orð og vilju til þess að ganga frá samningum, þá vorum við að vinna innan kostnaðar ramma Samtaka atvinnulífsins miðað við aðra kjarasamningar sem samtökin hafa gert. Fjallu frá framfærslu við vorum búin að falla frá framfærsluuppbótinni. 15.000 krónur á mánuði. Já, og við vorum að finna... Þá vorum við bara eftir 5.000 krónur á allra lægsta taxtanum á milli ykkar og... Já, nei, vegna þess að það er augljóst þegar þú skoðar kostnaðin sem að Samtök atvinnulífsins vinna eftir varðandi kjarasamningarna til þessu SGS-félögin, að hann er miklu ódýrari fyrir fyrirtækinu á höfuðborgarsvæðinu vegna þess hvernig félagsaðildin er ólík. Og með það sem starfsaldur út á landi. Já, þannig að það er það sem við vorum að gera. Við vorum sem sagt að finna leiðir til þess að tryggja að þessi kostnaðar rammi sem að okkur var sagt að vera til staðar myndi sannarlega nýtast að fullu fyrir félagsfólk Eflingar og þeirri vinnu miðaði áfram, ekki hratt og það var kannski ekki svona hraður gangur í viðræðum eins og stundum gerist þegar hlutinir svona byrja að rúlla á stað, þá geta þeir rúlla hratt. En það var gangur, það voru samtöl og það var viðleitni og þeir voru að mjakast. Svo breyttist það og það sem að komið var, allt í einu var ekki lengur á borðinu og síðasta nálgun Samtaka atvinnulífsins sem að við sáum var þá sú að við gætum fengið 2.000 króna umfram hækkun með við SGS-samningin fyrir fyrsta árið en að við þyrftum að borga þessa 2.000 króna auka hækkun með 4.000 króna lægri hækkun á 5. árið með við SGS-samningin. Þannig að bara tómbull og augljóst að þarna var á endanum engin vilji til staðar til þess að klára kjarasamninga við okkur. Eitt sem að, því að þú gagnrýndir Starfsgreinasambandið fyrir að hafa fellt inn hagvaxtaraukann. Var hann inn í þessum viðræðum? Þessi 13.000 hagvaxtarauki sem að kemur til ykkar 1. apríl? Það er búið að rúlla honum inn í þennan kostnað. Það var ekkert sem stóð út af nema það að tilfærsla í aldri til þess að kostnaður Íslandshótela væri viðlíka og Samherja tilfærsla innan töflunar til þess að geta nýtt þetta svo að félagsfólk Eflingar væri ekki að fá lélegri niðurstöðu að þeir sem að þessi kostnaðarrammi geti nýst okkur þannig að við værum að hækka þarna hópa innan félagsmanna hópsins. Við vorum með kröfur að þernurnar á hótelunum færðist upp 1 launaflokk. Það er auðvitað mjög ódýr aðgerð og svo vorum við auðvitað með kröfurnar fyrir hönd félagsmanna Eflingar sem starfi hjá Samskipum og svo hjá olíudreifingar fyrirtækjunum. Þið fengu ekki samtala um það? Nei, og þar var auðvitað gengið á bak orða sinna, þar gengur samtökin á bak orða sinna vegna þess að það var munnlegt samkomulag að þau samtöl færu af stað hratt og örugglega en af því varð ekki. Herðu, hvað gerist næst? Þú býst við að verði hvað sett lög? Gæti ástræðu komið miðluna til þú? Ég ætla ekki að segja, það sem ég er að segja er ekki endilega ég búist við því, en það sem ég er að segja er ég held að þetta sé til þess gert að láta möguleikan á því verða raunverulegan að gefa stjórnvöldum tækifæri til þess að gera það án þess að þurfa einhvern veginn að axla þá þungu byrði að setja lög á verka og lánafólk sem er einfaldlega berist fyrir því að hafa aðeins meira á milli handana. Já, það getur gerst, ástráður getur auðvitað en þá komið með miðlunartillögu og ég myndi nú halda að annað hvort af þessu sé það sem að muni gerast. Frásögn ykkar sem ég veist ekkert af samningum helgarinnar er rétt að þá voru þið komið mjög nærrið í þeirra kröfum. Miðlunartillaga frá Ástráði
lítur að vera bara mjög nærri því sem að þá þér virtist vera að svona verða til á borðinu. Sama má segja ef það er sett lög og gerðardómur, þá má rekna með því að niðurstaða verði bara mjög nála því sem að þú sást á borðinu. Er þetta þá allt saman það að SA getur ekki gert samning við Eflingu, frjálsarsamning? Já, á þessum tímapunkti þá verðist svo vera. En það er Halldór Benjamín aftur komin í sinn málflutning sem hann var með áður en við fórum þarna inn og sem hann hefur svo sem haldið sig við svona lengst af, að trúnaður hans og samtaka atvinnulífsins liggi við aðra viðsemjendur við þjóðina í þessu landi og af því leiði að ekki sé hægt að gera öðruvísi örlítið betri kjarasamning við Eflingu. Voru þetta rök sem að lágu ekki fyrir á þannig hátt þegar hann fer veikur heim? Já, þú veist, þarna var náttúrulega bara samtalið það hvað væri hægt að færa til, þú veist, inn í töflunni, innan rammans og ekki svona einhverjar heimspekilegar umræður það hvar trúnaður manna lægi. En það var stjórn samtaka atvinnulífsins búin að samþykkja 14. júní, 14. febrúar, sem að er daginn sem að Ástráður var skipaður sáttasemjari, þá voru búin að samþykkja þetta verkbannsbeiðni. Akkurat, ég sagði. Finnst þið það skipta máli? Og það hafi legið eiginlega fyrir að meðan að þú varst inn í Karphúsi að stjórn SA væri búin að samþykkja verkbannsbóðum. Ég veit það bara ekki alveg. Ég bara aftur segi það sem er sannleikurinn. Ég ætla ekki að þykjast skilja nákvæmlega hvernig þessi samtök operar, hvernig forystan hugsar, hvernig þeir spila leikina. Ég veit að ég og félaga mínir í samninganefnd fórum inn full af raunverulegum vilja til þess að ná samningum og það getur enginn haldið öðru fram. Það hafa aðrir haldið öðru fram. Já, ég veit það, þeir gera það sannarlega. En það er ýmsu haldið fram og sérstaklega eru þetta ýmsu haldið fram mig og Eflingu og samninganefnd Eflingar. En það sem er náttúrulega auðvitað staðreyndin er að ég fer ekki ein inn í herbergi, heldur er ég þarna með risastóran hópa félögum mínum með mér og það fólk er allt til vitnis það að það sem ég er að segja og lýsa er sannleikurinn í málinu. Og við sáum það núna að í atkvæðagreiðslunni verkfall Eflingar að það er félagsmenn standa með þeirri stefnu sem að forystan hefur mótað. Já. Sólveig, ég vil bara þakka þér fyrir að koma hérna við inn í fréttaeflutu okkar og gangi þér og ykkur bara vel í baráttunni. Kærar þakkir. Hvað segir María, eru fleiri fréttir? Já, það er bara af öðrum fréttum er það kannski helst að frétta samgöngusáttmálinn er í upplausn. Já. Núna töldu mann að það væri bara samkomulag upp á borðum sem að væri bara að það ætti núna að fara að leggja borgarlínu og allt væri klárt. Og svo gerist það að það hefur flosnað upp úr samstöðu sveitarfélaga samgöngusáttmálan sem var undirritaður í Og er það ekkert borgarlínu eða? September 2019. Já, það er bara spurning hvað menn vilja leggja áherslu á. Núna vilja menn fara að leggja meiri áherslu á bara þær samgöngur sem eru fyrir og þær virki. Þetta er ekki alveg að menn vilja, er þetta ekki forysta sjálfstæðisflokksins? Jú, fyrst og fremst náttúrulega. Það er nefnilega svolítið þannig, svo regla gildir í íslenskri pólitík að allir þurfa að standa skil á samningum og samkomulag sem það gera, nema sjálfstæðisflokkurinn. Já. Hann er alltaf með það að hann er alveg til að breyta bara á seinni stigum. Já. Er þetta dæmi það? Það lítur kannski svolítið út fyrir það allavega, já. En þetta er svolítið svona samt, já, einmitt, sérstakt. En við erum að fara að hitta hérna menn á eftir sem ætla að fara að tala verkalýðsbaráttuna. Já. Og ég heyri þeir eru komnir fram og eru að byrja að ræða saman. Já. Þetta er allt, náttúrulega þetta er svo stór dagur. Hvað voru fleiri fréttir? Herðu, já, það eru fleiri fréttir. Það er, við getum sagt frá því einmitt að það er 42,4 milljarða hagnaður af Landsvirkjun. Já, venjulegri starfsemi, svo er meiri gróði af því að þeir seldu ríkinu Landsnet sem að reyndar á Landsvirkjun. Já. En það hækkaði ekki mikið, það hækkaði upp í svona tæpa 45 milljarða. Já. Þetta eru gríðarlegi peningar. Þetta er alveg svakalega peningar. Þetta er hálfur Landsspítali sem að Landsvirkjun græðir. Já, einmitt. Og Landsvirkjun græðir á háu álverði. Já. Og svo náttúrulega græða líka á einu að það er svo langt sem að vera að virkja. Já. Að
þeir eru ekki að leggja út inn eitt kostnað akkurat núna. Það er náttúrulega enda með því að við myndum bara ekkit virkja meira. Já. Að þá náttúrulega myndi þarna verða til alveg óheyrilega peningar. Því að peningarnir sem verða til miðast við það að þeir séu að borga lán af öllum virkjununum. Já, já. Og svo þegar þeir eru ekkit að borga þessi lán, að þá náttúrulega verður til þessi ógnargróði. Og þá er spurningin, viltu fá 50 miljardar ári og svo 60 miljardar og 70 miljardar ári og reyna að lifa við það rafmagn sem er framleitt eða viltu virkja meira? Já, einmitt. Nú, þetta var spurning. Nei, ég vart að spyrja mig. Já, ég var að spyrja þig. Ég held að það er náttúrulega bara spurning hvað þarf að virkja líka. Það þarf ekkit endalaust að virkja endilega. Þetta er náttúrulega mál sem ætti að vera svona ofarlega í umræðinni. Já. Eins og svo margt sem ætti að vera ofarlega í umræðinni í Íslandi sem er það ekki. Sko. Nei, nákvæmlega. Og þó, það er nú svolítið verið, en hún fer svolítið skringilega fram umræðin um það hvort okkur vantu orku eða ekki. Já, það er svona upplýsinga óriða þar eins og annars þar. Það var skoðanakönnun frá Maskínu. Já. Hún er nú svipuð og hefur verið, það er heldur svona lakara gengi á ríkisstjórnarflokkunum. Já. Sameiginlegt fylgi þeirra er komið niður fyrir 40%. Einmitt. Þeir myndu tapa samanlagt 13 mönnum og eru með 25 þingmenn. Akkurat. Hinn svokallaða frjálsynda miðja, Samfylkingin, Píratar og Viðreisn. Viðreisn er nú bara með ábreytta þingmannatölu og Samfylkingin er náttúrulega að draga vagnin. Já, já. Að þau varu samanlagt með 28 þingmenn. Já, einmitt. Þetta er svona svo stjórnarandstaða sem til dæmis Bjarni Benediktsson talar alltaf af mestri svona vanvirðingu til Samfylkingin. Samfylkingin Viðreisn. Já. Þetta er orðið starra stjórnmálaafl í ríkisstjórninni. Evrópusinnuðu flokkarnir. Já. Og svo eru allir litlu flokkarnir að inni, þannig að þetta er þið mikil breyting. VG mælist við hærri heldur en síðast, þarna mannstu þau vorum að tala um prósent, ég sagði að þetta er svolítið erfiðleikum með prósent fyrirtækja því að það ætti til að svona detta á ystu mörk af einhver hluta vegna. Einmitt. En hins vegar er það með Maskínu, talandu það, þetta verður áhuga og svona. En Maskína mælir yfirleitt þarna eina svoköllu frjálsyndu miðju herra. Já. Heldur en aðrar önnur fyrirtæki. Hefur einhver skýring á því? Það er bæði flókið að halda góðu úrtaki gangandi, því þetta er sendt á stóran hóp og svo svarar slatti af þessu og svo þarf það að vera með einhver aðferð til þess að vikta þetta tilbaka. Þannig að þetta er mikil kunst. Mér hefur sýnst það svona í kosningum, að svona þegar það var líða kosningum, að þá er það Maskína sem heldur viktar þennan svoköldu frjálsyndu miðju. Maður sér það líka í könnunu þegar spurt vilja til þess að flytja inn kjöt eða þú veist eitthvað svona viðreisnarleg mál, að þá kemur yfirleitt meira afgerandi afstæða út Maskínu. Sko. Þetta er það sem maður er glím út allan heim að reyna að halda þessu, svo breytist alltaf samfélagi fyrir greið fólki sem er að gera þetta. Já. Erum við með meira? Herðu, það er, þú skrifaðir aðeins á samstöðunni, Benedikt Erlingsson leikstjóri. Ég skrifaði, ég tók það bara upp eftir Benedikt. Já, þú tókst það bara upp eftir Benedikt. Benedikt Erlingsson var að skammast út í Laufey Guðjónsdóttur, sem var nú bara hætta heldur á föstudaginn í vinnunni eftir sem fórstjóri kvikmyndamiðstöðvar. Eftir 20 ár. Einmitt. Og það er langur tími að þannig reglan hjá forstjórum ríkisins að þau eru ráðin í 5 ár, svona áframleiðingjaða 5 ár. Þetta er náttúrulega, hún er alveg svakalega þaulsetin hann. Og Benedikt, það sem að kveikti í honum var að Laufey var í viðtali við norrænan miðil og svona þessi tímamót og þetta er langur tími, þannig að blaðamennin spurðu svona, þú horfir yfir hann langa tíma, hvað er eftirminnilegast og með hverjum hefur verið skemmtilegast að vinna með og unnið með mikið af kreatífu fólki og svona. Hún svara svona að vera unnið með mörgum, en það verið eiginlega ánægilegast að þegar Íslendingar unnuloksins kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs 2014. Með Hross í Oss. Akkurat. Og Benedikt hefur nú sagt þetta áður að kvikmyndamiðstöð veðjaði ekki á Hross í Oss. Það sem hann segir mínistyrk. Já. Og þannig hann þurfti að veðsetja húsið sitt og þá lán hjá öllum ættingjum, vinum ættingjum eins og Friðrik Þór Friðriksson sagði í Kanada að fá láni á bönkum og bensinstöðum
Friðrik var nú reyndar framleiðandi á Rossi Oss og hann fær ekkert svo fallega kveðjur frá Benedikt Heldur. Benedikt segist að það setja uppi með handónita framleiðanda. Nú. Já, hann segir það já líka, já, einmitt, já. En svo gekk náttúrulega Rossi Oss frábælega vel, fekk Já. velun út bara allar koppagrundir og vakti athygli á Benedikt bara sem leikstjóra á heimsvísu. Og Einmitt, svo sótt hann ávaldi hann að gera Kona fyrir stríð, já, hann fekk höfnun. einmitt. Og svo tókst honum einhvern veginn að krýja út Hálfan styrk líka, velyrði, þekkið og þá það. var það fyrir aftur svona mínistyrk. Já, Rökin í fyrraskipti var að hann veri byrjandi Já. og hann benti nú á að margir hefðu gert álíka mikið, álíka lítið og hann áður en hann gerir Rossi Oss sem að fengu fullastyrk, já. en svo fannst honum þetta að vera. En það er eiginlega svolítið óskiljanlegt að hann hafi ekki fengið fullan styrk eftir að ganga svona vel með Rossi Oss, sko. Já, menn ég Þetta kann er ekki mjög að deila undarlegt. sko. Nei, Alls konar sjónarmið maður veit ekki hvað ræður og hverjir er að sækjum styrki á sama tíma og annað. En hann talaði um að þetta væri bara frábært að fá einhvern nýjan hann inn, Já, já, því að í kringum Laufi höfðu skapað svona, Já. var vinir hennar sem að fengið meira. en þetta er alltaf vandamál þegar er verið að útluta Já, listamanna launum eða styrkjum til listamanna á einhvern nátt. Hverjir sitt í dómnefndunum? já, Af því það er yfirleitt alltaf líka einhverjir sem að annarkvort eru líka listamenn í sömu listgrein. talandi um það með litla samfélagið, Já, þegar má skiptum. já, Lögmaðurinn Ólafur Helgu sem að var að kæra hérna ASÍ og SA og Íslenska ríkið fyrir félagsdóm, já, veistu hvað það er? nei. Hann er hérna sonur Láru Vaff, Þú Júlíusdóttur. segir ekki. Talandum litla Og þar að leiðandi bróðursonur Ástrás Haraldssonar. Já, já. Þetta er nú alveg. Það er erfitt að Oh, stunda vinnumarkas lögfræði á Íslandi og að deila út penningum til Guðmundsson já, einmitt. og Guðmundsson. Herðu, en ekki að En Svo gott í byrjun. þetta talandi um Já. þetta með miðlunartillöguna einmitt, og þessa kæru hennar Ólafur Helgu, að það verður, svo verður kannski komin önnur miðlunartillaga þegar þessi miðlunartillaga á að fara fyrir dóm, sko, þetta er nú alveg, þetta er ekki einleikið hvað þetta er orðið mikið rugl. Já, það kemur í ljós á morgun eða hinn, hvort það komið viðlunum til að. Já. Hún ætti eiginlega að koma á morgun, það eiginlega meikar ekki sens fyrir Ástráð að býða mikið lengur eða hann ætti að koma með viðlunum til Yfir höfuð, einmitt. Og þá mun hann kannski draga þessa tilbaka, en þá eyðileggur hann málið fyrir bróður sinni sínum, sem er búin að byggja mál fyrir félagsdómi á því. Og rökum Jón Steinar Gunnlaugssonar að ef að þessi miðlunartillaga verði ekki felld, eða drýð tilbaka, að þá verður hún að kjarasamningi á 50. Já, einmitt. Það er kenning Jón Steinars. Já, akkurat. Herðu, en við ræðum vinnumarkaðin hérna eftir augnablik við frábæran hóp manna.